Akureyri og aðrir góðir gestir. Ég heiti Leifur Guðni Gretarsson. Og ég heiti Vigdís Diljá Óskarsdóttir. Það mér sönn ánægja að bjóða ykkur velkomin á Háskólahátíð Háskólans á Akureyri 2018. Háskólinn á Akureyri á blússandi ferð. Aldrei hafa fleiri sótt skólavist og með tilkomu doktorsnáms við Háskólann á Akureyri hafa orð Haraldar Bessasonar, fyrsta rektors háskólans sannast, að háskólinn muni vaksa hraðar og mun meira en fólk hafi gert sér grein fyrir. Svo komið í ár að í fyrsta skipti þurfti að skipta brautskráningunni í 2 viðburði. Framhaldsnámsnemar fengu sína athöfn í gær og í dag brautskráðsnemendur á grunnstigi og lögreglumenn með starfsréttindi í fyrsta skipti frá HA. Ég bið ykkur vinsamlegast að slökkva á farsímum og bendi ykkur á að þessi athöfn í beinni útsendingu á sjónvarpsstöðinni N4 og á Facebook. En dagskrá hátíðarinnar í ár hefst á því að Eyjólfur Guðmundsson, rektor Háskólans á Akureyri, heldur ræðu. En fyrst gengur hann í salinn ásamt heiðursgestinum Sigríði Björk Guðjónsdóttur, lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu og sviðsforsetum við undirleik Hornaflokksins. Í Hornaflokknum eru Kjartan Ólafsson, Svava Guðný Helgadóttir, Helgi Þorbjörn Svavason og Atli Sigursson. Þau leika fyrir okkur lag Ísols Pálssonar, Vormenn Íslands. Ég vil biðja ykkur að rísa úr sætum. Háskólahátíð 2018 sett. Sigríður Björk Guðjónsdóttir, lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu og heiðursgestur í dag. Ágætu kandidatar, þingmenn, sveitarstjórnarfólk, aðrir góðir gestir. Háskólahátíð við Háskólann á Akureyri nú haldin með nýju sniði. Háskólinn á Akureyri hefur stækkað og dafnað á síðustu árum og það hefur því reynst nauðsynlegt að skipta brautskráningunni á 2 daga. Á sama tíma skólinn að byggja upp doktorsnám og rannsóknir og það á því vel við að grunn- og framhaldsnám fái sitt hvort brautskráningadaginn. Í gær brautskráðum við 126 nemendur úr framhaldsnámi og í dag munum við brautskrá 291 kandidat með diplómaskírteini eða bakkalárgráðu frá 3 fræðasviðum og 15 námsbrautum. Samtals eru því brautskráðir 417 nemendur að þessu sinni og ef við tökum allar brautskráningar ársins í ár, því að sumir brautskrás í febrúar eða október, eða fá sín skírteini af þá, þá verður þetta vel á 460 til 70 nemendur.
og mun það vera miðað við fyrri ár. Og síðastlið starfsár hefur verið viðburðaríkt fyrir starfsfólk og nemendur Háskólans á Akureyri. Við lukum 30 ára afmælisári skólans með því að fá fyrstu heimild til þess að bjóða upp á doktorsnám, eins og fram hefur komið, sem gríðarlega stórt skref í uppbyggingu skólans. Og með þessum árangri hefur Háskólinn á Akureyri brautskráðst sem stofnun með fullnaðarpróf sem háskóli, þar sem við nú getum boðið upp á nám á öllum 3 námstigum háskóla. Hafi einhver efast réttmæti þess að stofna háskóla utan höfuðborgarsvæðisins, þá hefur Háskólinn á Akureyri með þessu síðasta skrefi svo sannarlega sannað að sú ákvörðun sem var tekin fyrir 30 árum síðan var góð ákvörðun og eins og besta sem stjórnvöld hafa tekið. Haustið 2017 tókum við á móti stærsta árgangi skólans frá upphafi og var það í 3. sinn á 4 árum sem að aðgangsmet að skólanum slegið. Svo mikilli ásókn fylgir jafnframt mikil áskorun. Mikil áskorun fyrir okkur sem störfum við háskólan og ljóst má vera að skólinn orðinn fullsetinn. En vitið þið hvað? Nú í haust stefnir að öll fyrri met verði slegin, langt umfram það sem við höfum þorað að vona. Því að þessu sinni fengum við tæplega 2200 umsóknir, samanborið við metárið í fyrra sem voru 1600. Það því stórt verkefni sem að bíður stjórnenda skólans að semja við stjórnvöld það hvernig við tökum á móti þessum stóra og glæsilega hópi sem nú óskar þess að fá inngöngu í Háskólann á Akureyri. Og ljóst að styrkja verður fjárhagsgrunn skólans ef okkur á að vera unnt að taka á móti öllum þessum nemendum. Því komin upp svo staða að stjórnvöld verða að gefa skýr skilaboð það hvernig við forgangsröðum, bæði háskólamenntun almennt sem og skýr skilaboð hvað ríkisvaldið tilbúið að greiða fyrir. Ég kalla því eftir stefnu stjórnvalda það hversu stór hluti af hverjum fæðingarárgangi fær tækifæri til þess að fara í háskóla og hverjir ekki. Nú á þessu vormisseri brautskráðu jafnframt fyrstu lögreglunema frá Háskólanum á Akureyri. Haustið 2016, með mjög stuttum fyrirvara, hófst nám í lögreglufræðum við Háskólanum á Akureyri. Þeir fyrstu nemendur sem komu inn það haust brautskrást hér í dag og þau eru sannarlega frumkvöðlar. Frumkvöðlar sem hafa troðið þann stíg sem aðrir munu fylgja. Þegar nýtt nám að ræða ýmislegt sem í ljós kemur að bæta, breyta eða laga og annað sem gengur vel. Nemendur í lögreglufræðum hafa með góðri gagnrýni aðstoðað okkur við að byggja upp og bæta námið fyrir þá árganga sem á eftir koma. Ég vil þakka þessum árgangi sérstaklega fyrir framlag í því að færa lögreglunám á Íslandi á háskólastig. Kæru kandidatar, þið eruð nú að brautskrást frá Háskólanum á Akureyri á þeim tíma sem skólinn okkar einn sá eftirsóknarverðasti í landinu öllu. Það ekki síst fyrir ykkar orð og ánægju ásamt þrotleysri vinnu starfsfólk háskólans sem þessi mikli og góði árangur hefur náðst. Með því að bjóða fólki á landinu öllu og reyndar víðan heim, aðgengi að góðu og öflugu háskólanámi, að þá Háskólinn á Akureyri að leggja sitt af mörkum til að búa ykkur undir þær miklu breytingar sem framundan eru. Ágætu landsmenn, á vordögum var ný stefna Háskólans á Akureyri samþykkt og gildir hún fram til ársins 2023. Í ávarpi rektors með þessari nýju stefnu bent á að á næstu 25 árum munum við sjá fram á meiri breytingar en verið hafa síðustu 250 ár. Þetta eru stór orð. Sérstaklega ef þau hugsið til þess að á síðustu 250 árum hefur þekking mannkyns vaxið hraðar en árþúsundin þar á undan. Grunnurinn raun og veru lagður að því tækni og velferðarsamfélagi sem við búum við í dag. Það hins vegar samdóma álit sérfræðinga úr ýmsum áttum að sú bylting sem framundan stærri en það sem sést hefur. Og við þurfum öll að vera reiðubúin að takast á við þær breytingar. Þetta eru spennandi tímar og í breytingum felast tækifæri. Og nú þegar skólaárun að ljúka
er Háskólinn á Akureyri öflugri en nokkuð tíma fyrr og hann er reiðubúinn að taka þátt í hinum nýja breytta heimi. Ég vil þakka starfsfólki sérstaklega fyrir þeirra framlag, hollustu og fordfús starf og tryggð sem þau hafi sýnt Háskólanum á Akureyri í gegnum árið. En þrátt fyrir velgengnina og þann mikla árangur sem náðst hefur á síðustu árum hefur skólinn orðið fyrir skakkaföllum. Þannig hefur á síðustu mánuðum komið í ljós að miklar skemmdir eru á eldra húsnæði skólans og höfum við þurft að rýma 2 byggingar. Þá hefur mikil aukning nemendafjölda haft í för með sér aukið álag á starfsfólk. Það veldur streitu og áskorunum í stjórnun skólans. Og það hefur vissulega gengið á bæði með sólskinni og skúrum hér í okkar samfélagi. Það er það fátt sem að undirbýr okkur fyrir það þegar samstarfsfélagar okkar og vinir kveðja langt fyrir aldur frá. Í desember síðastliðnum var kærufræðingur okkar, Erlingur Harðarsson, bráðkvaddur aðeins 58 ára að aldri. Hann hafði starfað í skólanum tæplega 2 áratuga skeið og verið lykilaðili í að byggja upp þá tæknilegu getur sem skólinn þurfti til að geta boðið upp á fjarnám land allt. Við minnum samstarfsfélag okkar með góðum og glettnum minningum mann sem naut lífsins sem reyndist allt of stutt. Kæru kandidatar. Já, lífið býður upp á áskoranir, gleði og sorg. Sum ykkar hafa nú þegar fengist að kynnast þeim hverfuleika sem lífið stundum færir okkur, algjörlega óumbeðið. Það er öllum ljóst að við munum mæta erfiðleikum í okkar lífi og spurningin er því einungis hvernig erum við í stakk búin til þess að takast á við slíkt. Í dag er mikið rætt kvíða og vanlíðan ungs fólks og það er mikið áhyggjuefni. Ýmsu hefur verið kennt þar með talið tilkomu snjalltækninnar með stöðugu áreiti og tilheyrandi álagi yfir því að fylgjast með öllu, já, hreinlega öllu sem er að gerast á hverjum tíma. Við keppumst við að vera þáttakendur í stafrænum heimi og við erum stöðugt að bera okkur saman við náungan. Við erum ætíð að reyna að toppa okkur sjálf og mögulega það næsta. En stöldrum við stund og veltum því fyrir okkur af hverju. Af hverju erum við að eltast öll þessi samskiptaforrit? Hvers vegna leyfum þessu álagi að hafa svona bein áhrif á okkur? Erum við ekki sjálf við stjórnvölinn? Því að þessi nýju samskipti eru alls ekki slæm. Þau gera okkur kleift að upplifa með öðrum og þannig búa til sameiginlegar minningar sem að samaskapi verður að forgangsraða tíma okkar. Ég hefði ekki viljað missa af snöppum frá syni mínum á Ed Sheridan tónleikum og ég skal garantera það fyrir ykkur, tryggja ykkur það að þegar mér tekst að klífa Hvannadalshnjúk, þá mun ég snappa því og deila því með öðrum. En við þurfum að forgangsraða og við þurfum að velja. Viljum við að lífið okkar byggist á lækum á fésbókinni, að það byggist á fjölga áhanganda á snappinu eða hversu vinsælt Instagramið okkar er. Eða viljum við nota þessa nýju tækni til að styrkja og bæta þau sambönd sem við eigum við okkar nánustu, okkar fjölskyldu og okkar vini. Ég vil minna ykkur á, kæru kandidatar, að nú þegar þið hefði lokið ykkar námi og öðlist ykkar diplóma eða bakkalárgráðu, að þið staldrið aðeins við. Ekki bara hlaupa beint áfram, ekki elta tæknina, ekki elta ímyndina, ekki hlaupa enn hraðar. Staldriði við, því að þið hefði öll lagt á ykkur mikið erfiði og mörg ykkar hafði unnið þrekvirki með námi ykkar hér. Sum hafa stund að vinna með náminu, jafnvel sem stórum fjölskyldum á sama tíma. Og ég vil minna ykkur á nú að gefa ykkur sjálfum tíma. Tíma til þess að sinna ykkar nánustu, tíma til að sinna sjálfinu, ekki selfie, sjálfinu. Verið vissum að loknum þessum árangri, þessari törn, að rafhlöðurnar ykkar séu fullhlaðnar áður en þið farið í næsta verkefni. Verið vissum að tengslin við fjölskyldu ykkar séu sterk. Þannig að þegar að brattan sækir á ný, þá séu fjölskyldutengslin nægilega sterk til að takast á við það. Verið vissum að heilsa ykkar sé góð
Því að þegar að kemur að því að takast á við erfiðleika, þá skiptir öllu að heilsan sé til staðar. Brautskráning er líka góður tími til að spyrja sig hvernig þið ætla að beita þeirri þekkingu og færni sem þið hafi öðlast. Gervigreind, gríðargögn, sjálfvirknivæðing mun hafa áhrif á ykkur öll, sama í hvað starfsgrein þið verðið, sama hvers konar lífi þið munu lifa. Þið munu því þurfa að uppfæra færni ykkar og þekkingu stöðugt, vera tilbúin til að taka þátt í þessum breytingum og nýta þær til hagsbóta en líka til þess að gera heiminn betri. Ágætu landsmenn, kæru hátíðargestir, íslensk þjóð stendur á tímamótum. Efnahagsleg velgengni hefur aldrei verið meiri í sögu þjóðarinnar og stoðir hagkerfisins hafa aldrei verið fleiri, né styrkari en nú. Samt mætti ráða af umræðinni að hér væri enn ástand hruns. Erum við kannski föst í hugafæri hrunsins og þeirra afleiðingar sem það hafði á líf okkar og sál? Eða hefur samfélagi breyst þannig að gæðunum sé svo misskipt að við hugsum ekki lengur náungan? Samfélag án kærleika og stuðnings til þeirra sem mest þurfa á slíku að halda er ekki samfélag sem er líklegast til þess að standa næsta áfall, næsta hrun, næstu kreppu. Ein af lykil undirstöðum þess að styrkja samfélagið er að tryggja aðgengi að menntun og aðstoða fólk við að finna fótana að nýju í síbreytilegu samfélagi. Sú tæknibylting sem minnst var á hér áðan mun valda því að störf hverfa og önnur verða til. Samfélagi verður því að vera í stakk búið til að veita fólki aðgengi að margvíslegri menntun og aðstoða þar með við að finna fótana að nýju í þessu fjölbreytta umhverfi. Með samstilltu átaki og stuðningi stjórnvalda ættu við að geta bætt aðgengi að námi enn frekar og þannig tryggt að menntun, hvarfla og kvenna þeirra sem búa á landsbyggðinni og utan landsbyggðarinnar. Náðu þessu? Að allir verði jafnir. Að koma á tæknifræðinámi við Háskólann á Akureyri er ein af þeim aðgerðum, ekki svo eina, en ein af þeim aðgerðum sem myndi styðja við þetta markmið. Ágætu landsmenn, bæði nær og fjær. Í ávarpinu í dag hefur mér verið tíðrætt þær breytingar sem framundan eru. Það er von mín að stjórnvöld beri gæfu til að forgangsraða fjármunum í þágu menntunar, svo við getum tekist á við þær. Við áætlum að það vanti 30 til 50 störf hér við skólan á næstu 3 árum. Að ná slíkri aukningu krefst markvissra aðgerða og mjög skýrar stefnu stjórnvalda. Ekki einungis í menntamálum, heldur einnig í tengslu við byggðamál og skilgreiningu á réttindum allra landsmanna til að hafa aðgengi að háskólanámi. Það verður að vera skýrt hversu margir í hverjum árgangi eigi möguleika á að fara í nám. Ég óska því eftir stuðningi ykkar allra sem hér eruð til þess að minna á mikilvægi menntunar og mikilvægi þess að til staðar sé háskólamenntun hér á landi sem er samkeppnishæf við erlenda aðila. Kæru kandidatar, þið ættu jafnframt að hugsa vel ykkar forgangsröðun í ykkar eigin lífi. Hvað er nauðsynlegt til að eiga gott og innihaldsríkt líf? Þegar þið lítið tilbaka, hverju viljið þið hafa áorkað? Hvort er meira virði? Dauðir hlutir nútíma neyslusamfélagsins eða varanlega minningar sem verða til í samskiptum við ykkar nánustu, við ættingi ykkar, vini, samstarfsfélaga? Hvernig ætlið þið að forgangsraða ykkar tíma? Því á tímum velmegunar og auðafa að þá er tíminn það eina sem ekki kemur aftur. Ég vil þakka ykkur fyrir samveruna síðastliðin ár og veita með menntun ykkar og færni ásamt visku ykkar og hyggjuviti munu þið bæta heiminn á sama tíma og þið kunnið að njóta lífsins. Kæru nemendur, bæði hér í salnum og þeir sem fjær eruð, ágætu hátíðargestir, landsmenn. Ég þakka ykkur fyrir að þið skuli gefa ykkur tíma til að vera með okkur í dag og treysti á ykkar stuðning til þess að efla íslenskt háskólakerfi. Sameiginlega getum við búið til sterka framtíð
þannig að Ísland verði áfram eitt besta og eftirsóttasta samfélag heimsins. Takk fyrir. Með tvö atna. Góðan daginn. Það best að læri þetta strax, krakkar mínir, það klikkar alltaf allt. Já, ég heiti Magni og er Ásgeirsson og ég hafði nú orðað því í gær ég væri stressaður. Í dag bættu við fullt af lögreglumönnum og svo er hæstvirtur rektor búinn að segja kæru landsmenn nokkur sinnum, þannig að nú er ég að stressaður, ja. Ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem heitir Vor í Vaglaskógi. Það er ákvæmlega fallegur þjóðsöngur og endilega raulið með eða viljið. Það er bara gaman. Kvöldið er okkar og vorum Vaglaskó. Við skulum tjalda í grænum berjamó. Leiddu mig vinur í lundin frá í gær. Lindin þar niðar og birkir hríslan grær. Leikur í ljósum, lokkum og angandi rósum. Leikur í ljósum, lokkum inn vakandi blær. Dagperlur glitra dalinn færist ró. Draumar þess rætast kistir Vaglaskó. Kveldrauðu skinni á krækilingi slær. Kyrrðin er friðandi, mild og angurvær. Leikur í ljósum, lokkum og angandi rósum. Leikur í ljósum, lokkum inn fagnandi blær. Takk. Þá er komið að brautskráningu kandídata. Ég bið ykkur að klappa aðeins í lok brautskráningar af hverri braut eða deild. Það er þó sjálfsagt að klappa fyrir þeim sem hljóta viðurkenningu. Ég bið ykkur að taka ekki myndir á meðan á brautskráningunni stendur.
Ljósmyndarar á vegum háskólans taka myndir af öllum kandídötum og verða þær aðgengilegar á netinu að kostnaðarlausu. Fyrst brautskráir Eydís Kristín Sveinbjarnardóttir, kandídata af heilbrigðisvísindasviði. Ágætu kandídatar og aðri góðir gestir. Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri brautskráir í ár samtals 61 einstakling, 46 frá hjúkrunarfræðideild og 15 frá iðjuþjálfunarfræðideild. Enn eitt árið erum við að slá aðsóknarmet í umsóknum í hjúkrunarfræðinám við Háskólan á Akureyri. Það eru 313 búnir að skrá sig í nám í hjúkrunarfræði. 12 karlmenn sem einnig er met. Hver er eiginlega skýringin? Er það vegna góðs orðspors náms og kennslu við HA? Er sveigjanlega námið í hjúkrunarfræði við HA að slá í gegn? Sennilega er svarið að námið hefur gott orðspor og sveigjanlega námið virðist höfða til ungs fólks. 55 eru teknir í námið vegna fjöldatakmarkana og sirka 94% af þeim verða hjúkrunarfræðingar. Brottfallið er lítið þótt að margir taki þá lengri tíma en 4 árum. Háskólinn á Akureyri hefur komið því skýrt á framfæri við heilbrigðisráðherra og menntamálaráðherra að við getum og erum tilbúin að fjölga brautskráðum hjúkrunarfræðingum með auknu fjármagni til hjúkrunarfræðinámsins. Hermikennsla í klínísku námi er aðferðafræði kennslu sem á eftir að þróa umtalsvert og á eftir að hjálpa okkur að fjölga nemum í heilbrigðisvísindanámi. Verkefni framtíðar er að láta reyna á nýsköpun tækifæra í klínísku námi. Iðjuþjálfunarfræði er núna 3 ára BS-nám en til þess að verða iðjuþjálfi þarf að taka 1 ár til viðbótar á meistarastigi til starfsréttinda. Nokkri kennara iðjuþjálfunarfræðideildar eru nýkomnir að heimsráðstefnu frá Suður-Afríku, þar sem þeir voru með erindi og veggspjöld. Iðjuþjálfun er fag sem verður mikilvægara í samfélagi sem er að eldast, en einnig í samfélagi sem hefur kröfur gæði til þjónustu þeirra sem minna mega sín. Virkni og þáttaka í samfélaginu eru megin viðfangsefni og markmið iðjuþjálfunar. Kennarar og starfsfólk sviðsins leggur hart að sér og á sérstakar þakkir skilið fyrir metnaðarfullt starf. Mikilvægt er að taka fram að menntunarstig kennara hefur hækkað umtalsvert undanfarin nokkur ár. Það eru flestir kennarar heilbrigðisvísindasviðs eru með doktorsgráðu. Kæru kandídatar, þið eruð og verðið alltaf fulltrúar Háskólans á Akureyri, hvar sem þið munu starfa og hvar sem þið verðið. Þið kunnið að sýna samkennd, bæta líðan, auka virkni og þáttöku ásamt því að lina þjáningar og auka mannréttindi þeirra sem þið þjónustið. Þið hafið skapað ykkur sterka sjálfsmynd en kunnið að sýna auðmýkt og störfin ykkar einkennast af fagmennsku sem byggjast á gagnrýnni hugsun og gagnreyndri þekkingu. Þið brautskráist ekki aðeins með starfsréttindi, heldur góða menntun. Á þessum fallega og hátíðlega degi óska ég ykkur og fjölskyldu ykkar innilega til hamingju með áfangan. Ég óska ykkur velfarnaðar í leik og í starfi. Nú hefst brautskráning frá heilbrigðisvísindasviði og bið ég deildarformenn að koma og aðstoða mig við afhendingu skírteina. Deildarformaður hjúkrunarfræðideildar Gísli Kort Kristófersson lektor og staðgengill hans Margrét Hrönn Svavarsdóttir dósent eru fjarri góðu gamni. Sigfríður Inga Karlsdóttir dósent og Olga Ásrún Stefánsdóttir aðjúnkt og deildarformaður iðjuþjálfunarfræðideildar aðstoða mig við brautskráningu. Gjörðu svo vel. Nú fer fram brautskráning frá hjúkrunarfræðideild. Fyrst verða brautskráðir kandídatar með BS-próf í hjúkrunarfræði.
Ég vil biðja þá að ganga fram og veita skírteinum sínum viðtöku. Anna Björg Björnsdóttir, Anna Lilja Sigurðardóttir, þær eru fjarstaddar, Auðbjörg Jóhanna Einarsdóttir, Ágústa Gísladóttir, Ásgerður Tinna Jónsdóttir, fjarstödd, Áslaug Árnadóttir, Erna Dóra Hannesdóttir, Eva Björk Gunnarsdóttir, Eyrún Árnadóttir, Fannar Þór Benediktsson, Fanney Sigríður Friðfinnsdóttir, Guðný Björg Helgadóttir, fjarstödd, Guðný Lilja Jóhannsdóttir, Guðríður Ester Geirsdóttir, fjarstödd, Guðrún Svava Sveinsdóttir, Gunnhildur Rán Hjaltadóttir, Halldóra Margrét Bjarnadóttir, Hanna Rut Sigurjónsdóttir, fjarstödd, Harpa Kristín Sæmundsdóttir, Heiða Björg Ingadóttir, Helga Guðrún Sigurgeirsdóttir, Hildur Lára Ævarsdóttir, Hrefna Friðriksdóttir, fjarstaddar, Hrefna Hafdal Sigurðardóttir, Jana Kristín Alexandersdóttir, Jóhanna Sigríður Arnþórsdóttir, fjarstödd, ég ætla að biðja því Kolbrún aðeins að hingra. Kolbrún Sara Guðjónsdóttir hlýtur viðurkenningu frá Heilbrigðisstofnun Norðurlands, HSN, fyrir góðan árangur í heilsugæslufræðum. Til hamingju. Kristbjörg Eva Heiðarsdóttir, Kristín Guðbjörg Arnardóttir, við langar að biðja því aðeins að hingra. Kristín Anna Jónsdóttir hlýtur viðurkenningu frá KEA fyrir hæstu meðalengun á heilbrigðisvísindasviði í grunnnámi. Hún hlýtur einnig viðurkenningu frá Sjúkrahúsinu á Akureyri SAK fyrir hæstu meðalengun í hjúkrunarfræði. Til hamingju. Kristín Ragnarsdóttir, Kristjana Stella Arnþórsdóttir, Magnea Ósk Sigurnardóttir, þær eru fjarstaddar, Margrét Andersdóttir, þá líka fjarstaddar, María Guðfinna Davíðsdóttir, Metta Ragnarsdóttir, Sandra Rós Helgadóttir, fjarstödd, Sandra Pálsdóttir, Sigríður Steinunn Barðardóttir, Sigrún Vala Halldórsdóttir, Sigurlína Guðný Jónsdóttir, Sólveig Ósk Ólafsdóttir og Sunna Líf Guðmundsdóttir. Sunna Lind Svavarsdóttir, Unnur María Þorbergsdóttir og Þorgerður Anja Snæbjörnsdóttir eru fjarstaddar. Þá er lokið brautskráningu frá hjúkrunarfræðideild og takk fyrir, Inga mín.
verða brautskráðir kandidatar með BS-próf í iðjuþjálfunarfræði. Aníta Björk Sveinsdóttir, fjarverandi, Anna Karen Birgisdóttir, Anna Rún Sveinsdóttir, fjarverandi, Edda Björk Baldvinsdóttir, Elena Maltseva, fjarverandi, Guðlaug Jóna Helgadóttir, Guðrún Edda Hannibalsdóttir, Hafdís Sigurðardóttir, Ingunn Heiðdís Ingvadóttir, Íris Tinna Ingólfsdóttir, Jóhanna Margrét Gunnarsdóttir, Lilja Björk Hauksdóttir, ég ætla að biðja þig Linda Ósk að hingra aðeins. Linda Ósk Þorvaldsdóttir, hún fær viðurkenningu fyrir góðan árangur í 3. og 4. árs iðjuþjálfunarfræði námskeiðum frá Sjúkrahúsinu á Akureyri, SAK. Hún fær einnig viðurkenningu fyrir hæstu meðalengun í iðjuþjálfunarfræði frá Iðjuþjálfafélagi Íslands. Til hamingju. Nanna Margrét Guðmundsdóttir, Þórey Bragadóttir, og þá lokið brautskráningu frá iðjuþjálfunarfræðideild. Takk fyrir. Nú brautskráir Lars Gunnar Lundsten, kandidata af hug- og félagsvísindasviði. Kæru kandidatar, góðir gestir, svo ávist að segja góðir landsmenn líka. Eftir örstutta stund munum við brautskrá samtals 139 kandidata á hug- og félagsvísindasviði. Kæru vinir, í dag eru þið að útskrifast úr háskóla. Nánar tiltekið eru þið að útskrifast í hug- og félagsvísindum sem dálítið öðruvísi heldur en að vera að útskrifast úr öðrum vísindum. Ég ekkert að segja annað núna. Sumir ykkar munu halda áfram með framhaldsnám strax í haust. Velkomin aftur. Aðrir munu halda beint út í atvinnulífið. Það líka alveg góður kostur. Já. Eins og rektor minntist á erum við í dag að brautskrá fyrstu kandidata okkar úr starfsréttindanámi í lögreglufræðum og það mjög ánægilegt. Þetta því sögulegur dagur ekki einungis fyrir okkur hér við HA, heldur líka fyrir lögregluna sem stofnun, vona ég allavega, og fyrir íslenskt samfélag í heild. Og það ég alveg vissum. Þegar lögreglan var til sem skilgreind stofnun á þessu landi var lífið saltfiskur, eins og hún langamma sagði. Og í fyrstu voru kannski ölvaðir sjómenn helstu viðfangsefni löggunnar. Já, en það átti eftir að breytast. Fyrir tæpum 88 árum, það var væntanlega enginn okkar fæddur þá. Í júlímánuði 1930 var þessi unga lögregla okkar fyrir mikilli áskorun vegna óeirða sem byltingarsinnaðir kommunistar skipulögðu fyrir tilmæli Kremlverja. Það voru kommunistar við völd í Kreml. Við þekkjum þessi atvik undir heitinu þriðji Gúttóslagurinn.
Og þeir sem muna ekki eftir þessu geta bara googlað eða eitthvað. En í stuttu máli má segja að niðurlög Guttormslagsins voru að lögreglan hafi ekki verið nægilega vel undirbúin, útbúin og æfð. Þetta var ekki mjög góð atvik. En mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan flugumenn Kvenverja reyndu að ná völdum hér á landi með því bókstaflega að berja góðborgarana í Reykjavík. Samfélagi hér heima og heimurinn allur hefur orðið mun flóknari og viðfangsefnin margvíslegri á þessum liðnum árum og áratugum. Þessi þróun hefur kallað á aukna menntun í flestum starfsstéttum, ekki bara í lögreglunni. Spurningin er náttúrulega, hvað hefur háskólanám svo umfram nám við framhaldsskóla til dæmis? Af því að þið eru núna að útskrifast úr háskóla, allir, nema heiðursgestirnir. Ég leyfi mér að fullyrða að starfsréttindi, þó að mikilvæg sé, kannski, séu ekki það sem skipta máli. Háskóli er ekki fyrst og fremst að mennta fólk í ákveðið starf, því miður, ef þið hafi haldið það. Hlutverk háskóla er fyrst og fremst að mennta góða borgara. Nú er ekki að tala borgara svona sem eitthvað sem er hægra megin í stjórnmálum. Háskólinn vinnur að því að ala upp fólk sem vill vinna í þágu samfélagsins í heild. Ekki bara í þágu atvinnulífsins og alls ekki bara í þágu eigin hagsmuna. Af þessu leiðir að notagildi háskólamenntunar er annars eðlis en notagildi til dæmis bílprófs eða jafnvel meira prófs. Gott háskólanám á að búa okkur undir að fást við aðstæður sem enginn getur gert sér grein fyrir fyrirfram. Stundum hef ég sagt við nemendur að notagildi háskólamenntunar komi í ljós kannski 5 til 15 árum eftir útskrift. Þegar maður er að fara úr því starfi sem maður hélt að væri framtíðarstarf í eitthvað allt annað. Já, lífið var kannski saltfiskur eins og hún langamma hélt. Í dag er lífið örugglega ekki saltfiskur, ekki einu sinni skata. Ef til vill er lífið í dag Airbnb eða ferðamannageirinn almennt. Á morgun er lífið kannski Bitcoin? Nei, reyndar ekki. Bitcoin er nú þegar að verða úrelt fyrirbæri. Hlustið á rektor. Á morgun er lífið eitthvað sem við getum ekki einu sinni borið kennsl á í dag. En góð háskólamenntun á að standa sig hvort sem lífið er saltfiskur eða Bitcoin. Næst langar mig að kalla formann félagsvísinda og lagadeildar, hann Edvard Hæbens prófessor, og formann kennaradeildar, hana Önnu Ólafsdóttur dósent, mér til aðstoðar við brautskráninguna. Nú fer sem sagt fram brautskráning frá félagsvísinda og lagadeild. Fyrst verður brautskráður kandidat með diplómu í lögreglufræði fyrir starfandi lögreglumenn, Haraldur Logi Hringsson. Hann er því miður ekki viðstaddur. En hann er fyrstur af þessari braut. Og næst verða svo brautskráðir kandidatar með
diplómu í lögreglufræði fyrir verðandi lögreglumenn. Agnes Ósk Marselíusadóttir, Arna Snjólaugur Birgisdóttir, Árni Freyr Ásgeirsson, Árni Pétur Veigarsson, Berglind Rós Gunnarsdóttir, Berglind Eva Markusdóttir, Bjarki Hlinsson, Bjarki Oddsson, Björgvin Fjallstedt, Bryndís Jóhannesdóttir, Egill Egilsson, Egill Audvind Hjördísarsson, Eva Dís Heimisdóttir. Guðbjartur Freyr Guðbjartsson, Guðrún Rósa Jónsdóttir Ísberg, Gunnar Helgi Friðriksson, Gunnar Ingi Þorsteinsson, Hafdís Svava Níelsdóttir. Hafþór Ingi Þorgrímsson, Hildur Kristín Þorvarðardóttir, Jóhanna Margrét Sigurgeirsdóttir, Jóna Margrét Jónsdóttir, Júlíana Birgisdóttir, Kolbrún Bergmann Gilsdóttir, Kristín Fríða Alfreðsdóttir. Kristján Arnar Jóhannsson, Kristján Hjalti Sigurðsson. Magnús Ingi Hjálmarsson, Ómar Friðriksson, Páll Theodórsson. Pétur Didriksen, Rebekka Rún Sævarsdóttir, Róshildur Agla Hilmarsdóttir, Sandra Sif Benediktsdóttir, Sif Þórisdóttir. Silja Rún Reynisdóttir, Sofía Marín Kristinsdóttir, Steinn Hermann Sigurðarsson, Tinna Björg Friðþórsdóttir, Ír Steinþórsdóttir, Þórunn Þrastardóttir. Og nú verða brautskráðir kandidatar með BA-próf í félagsvísindum. Guðlaug Björgvinsdóttir, María Rún Jónsdóttir, næst verða brautskráðir kandidatar með BA-próf í fjölmiðlafræði. Ágústa Ír Sveinsdóttir, Árni Gísli Magnússon, Baldur Sverrisson, Daniel Pálsson, Ingólfur Berg Gunnarsson, Ómar Hjalti Sölvason. Rebekka Rún Gunnlaugsdóttir, Sigríður Grétarsdóttir. Svo verða brautskráðir kandidatar með BA-próf í lögfræði. Glódís Ingólfsdóttir, Margrét Hildur Pétursdóttir, Pétur Már Jónsson. Næst verða brautskráðir kandidatar með BA-próf í nútímafræði. Eygló Kristinsdóttir, Yngvi Steinn Jóhannsson, Laufey Þóra Ólafsdóttir, Svala Hrund Stefánsdóttir. Og svo verða brautskráðir kandidatar með BA-próf í sálfræði. Alda Friðný Ásgeirsdóttir, Andri Geir Helgason, Anna María H. Kristinsdóttir, Ásdís Pálsdóttir, Brynja Reynisdóttir, Dagfríður Ósk Gunnarsdóttir, Dröfn Ólöf Másdóttir.
Elva Skeving Sigurðardóttir, Eva Ingólfsdóttir, Eyrún Líf Sigurðardóttir, Fanney Sigrún Ingvadóttir, Friðrikka Harpa Ævarsdóttir, Fríða Ísbjörg Kjartansdóttir, Glódís Perla Viggósdóttir, Guðlaug Sigríður Magnúsdóttir, Guðný Friðfinnsdóttir, Guðríður Helga Þorsteinsdóttir, Guðrún Birna Gísladóttir, Hafrún Pálsdóttir, Hanna Kristín Magnúsdóttir, Helena María Árnadóttir, Helga Margrét Haraldsdóttir, Helga Sjöfn Kjartansdóttir, Hlynur Atli Magnússon, Inga Ósk Rúnarsdóttir, Ingibjörg Íris Þorvaldsdóttir, Ína María Einarsdóttir, Jóhanna Ósk Kristinsdóttir, Jónas Björgvin Sigurbergsson, Karen Elisabeth Friðriksdóttir, Katrín Vilhelmsdóttir, Kolbrún Dögg Sigmundsdóttir, Kristín Eva Pétursdóttir, Linda Rós Jónsdóttir, Margrét Skeving Gunnarsdóttir og hengra það eins. Margrét Magnúsdóttir. Margrét hefur sýnt afburða árangur í námi til BA-prófs í sálfræði og með hæstu meðaleinkunn brautskráðra bakkalárnema á hug- og félagsvísindasviði vorið 2018. Þetta ekki nóg. Fyrir þessa glæsilegu framistöðu hlýtur hún viðurkenningu KEA og einnig viðurkenningu félagsvísinda og lagadeildar fyrir hæstu meðaleinkunn við deildina. Þar að auki Margrét einn 3 nemenda sem hljóta viðurkenningu Sondaklúbbs Akureyrar. Hinir nemendurnir eru Fríða Ísbjörg Kjartansdóttir og Helga Sjöfn Kjartansdóttir. Þær hljóta þessa viðurkenningu Sondaklúbbsins fyrir ritgerðina sína. Mér finnst þetta bara auka lífsgæði, það alveg klárt mál, upplifun og viðhorf starfsfólks Reykjavíkurborgar til styttingar vinnuvikunnar. Verkefni fjallar upplifun og viðhorf starfsfólks Reykjavíkurborgar af tilraunaverkefni styttingu vinnuvikunnar. Til hamingju. María Jóhannesdóttir Petersen, Pálína Kristín Pálsdóttir, Rita Stevens, Sandra Dögg Þórudóttir, Sara Mjöll Magnúsdóttir, Sigrún Gróa Skúladóttir, Sigurbjörg Arna Stefansdóttir, Steinun Tinna Hafliðadóttir, Sveinbjörg Sigurðardóttir, Telma Rós Sigurðardóttir, Tinna Dögg Sigurðardóttir, Vilborg Hrefna Sæmundardóttir, Þórhildur Sigurðardóttir, Þuríður Dagný Þormar. Þá lokið brautskráningu frá félagsvísinda og lagadeild. Og nú fer fram brautskráning frá kennaradeild. Nú verða brautskráðir kandidatar með B1-próf í kennarafræði. Annika Bensen, Arnór Heiðmann Aðalsteinsson,
Bergdís Sigfúsdóttir, Berglind Hannesdóttir, Bryndís Sóley Gunnarsdóttir. Bryndís Sóley hefur sýnt afburða árangur í námi til B.Ed. prófs í kennarafræði og er með hæstu meðaleinkunn brautskráðra bakkalárnema í kennaradeild. Erna Sigrún Valgeirsdóttir, Fríða Kristín Hreiðarsdóttir, Gunnar Símonarsson, Hafdís Bára Bjarnadóttir, Hafdís Ósk Guðmundsdóttir, Hanna Margrét Úlfsdóttir, Harpa Sif Þorsteinsdóttir, Helen Birta Kristjánsdóttir, Helena Sjörup Eiríksdóttir, Hjördís Bára Sigurðardóttir, Jarþrúður Hóndís Júlíusdóttir, Karen Ósk Kristjánsdóttir, Kristín Auðbjörgsdóttir, Kristín Ísleifsdóttir, Lovísa Rut Stefansdóttir, Margrét Kolbrún Jónsdóttir, María Jensen, Marta Melek Anísius, Óli Steinar Sólmundarsson, Sara Guðjónsdóttir, Sólveig María Árnadóttir, Telma Ósk Sigurjónsdóttir og Vigdís Anna Kolbeinsdóttir. Takk. Þá er lokið brautskráningu frá kennaradeild og sviðinu öllu. Nú brautskráir Rannveig Björnsdóttir, kandidata af viðskipta- og raunvísindasviði. Kæru kandidatar, samstarfsfólk og góði gestir. Nú verður brautskráðir kandidatar af viðskipta- og raunvísindasviði. Sviðinu tilheyra 2 deildir, viðskiptadeild þar sem kennt í grunnnámi á 2 námslínum, annars vegar stjórnun og markaðsfræði og hins vegar stjórnun og fjármál. Og síðan auðlindadeild þar sem í grunnnáminu kennt á 2 námslínum einnig, það er að segja sjávarútvegsfræði og líftækni. Auk þess boðið upp á diplómanám í náttúru og auðlindafræði. Rannsóknatengt meistaranám einnig í boði við báðum deildum og voru nemendur sem luku meistaranámi við fræðasviðið á þessu skólaári brautskráðir í gær. Samhliða námi sem boðið hér á Akureyri útskrifar sviði meistaranema í haf- og strandsvæðastjórnun sem kennt við Háskólasetur Vestfjarða á Ísafirði og fá þeir nemendur skírteinin sín afhent við sérstaka athöfn á Ísafirði þann 17. júní. Frá og með næsta skólaári verður einnig í boði rannsóknatengt doktorsnám á 3 sviðum innan fræðasviðsins sem eru líftækni, sjávarútvegs- og fiskeldisfræði og viðskiptafræði. Við upphaf þessa skólaárs sem að ljúka núna voru 505 nemendur skráðir í nám á sviðinu og hefur í ár sem endranær verið unnið mikið og fjölbreytt starf í námi, rannsóknum og þróun í góðu samstarfi við samstarfsstofnanir og atvinnulíf. Vil ég nota tækifærið og þakka samstarfsaðilum, nemendum og starfsfólki sviðsins, góð störf og ánægjulegt samstarf á skólaárinu. Eins og þið vitið, grunnnámi krefjandi
og það reynist verulega áskorun fyrir marga að hefja nám í háskóla. Þar vegur einna þyngst að fullt nám í háskóla kallar á vinnuframlag tilsvarandi fullri vinnu á vinnumarkaði. Og nemendum reynist því oft á tíðum erfitt að komast að raun þetta og samræma sínar skyldur gagnvart nánustu fjölskyldu, fullu námi og hlutastarfi eða jafnvel fullu starfi sem dæmi Á námstímanum lærist nemendum meðal annars að skipleggja sig og forgangsraða eins og rektor kom inn á og felst forgangsröðun ekki síst í því að ætla sér ekki of á öllum sviðum og allstaðar. Allt hefst þetta því yfirleitt að lokum og að þessu sinni verða brautskráðu 92 kandidatar eftir nám á bakkalárstigi við viðskipta- og raunvísindasvið, 64 frá viðskiptadeild og 63 frá viðskiptadeild og 29 frá auðlindadeild. Einnig verður brautskráður einn nemandi með diplómagráðu í náttúru- og auðlindafræði. Við brautskráninguna verða eins og forvera mínir hafa gert lesin upp nöfn allra kandidata, einnig þeirra sem að einhverjum ástæðum gátu ekki verið með okkur hérna í dag. Hefst nú brautskráningin og vil ég kalla mér til aðstoðar prófessor Jóhann Örlygsson, deildarformann við auðlindadeild og Guðmund Kristján Óskarsson, dósent og deildarformann viðskiptadeildar. Og veitt verða verðlaun fyrir besta námsárangur við báðar deildir sviðsins, auk þess sem KEA veitir viðurkenningu fyrir besta námsárangur á fræðasviðinu öllu. Fyrst verða brautskráðir kandidatar frá auðlindadeild og biði þá að ganga fram og þeir eru hérna tilbúnir fyrir löngu síðan. Kandidat með diplómagráðu í náttúru- og auðlindafræði, Agnar Ingi Traustason, ekki hér mættur, og þá verða brautskráðir kandidatar með BS-gráðu í líftækni, Aðalheiður Ósk Magnúsdóttir, Alex Freyr Hilmarsson, Dýrleif Júlía Guðlaugsdóttir, Elva Björk Rúnarsdóttir, María Dís Ólafsdóttir, Olga Ír Björgvinsdóttir, Radoslav Bóleslav Dúdjak, Silja Rúnarsdóttir og Tinna Ósk Kristjánsdóttir. Þá verða brautskráðir kandidatar með BS-gráðu í sjávarútvegsfræði, Anna Borg Friðjónsdóttir, Bergur Jónmundsson, Daði Ólafsson, Gunnlaug Helga Ásgeirsdóttir, Hallveig Karlsdóttir, Harpa Brynjarsdóttir, en hún hlýtur viðurkenningu fyrir besta námsárangur við auðlindadeild. Hlaut hún heila 9,50 í meðalengun og það önnur hæsta einkunn sem nemandi í bakkalárnámi hefur hlotið við skólann frá upphafi. Harpa hlýtur einnig styrk frá KEA fyrir besta námsárangur við viðskipta- og raunvísindasvið nú í vor. Til hamingju. Jenny Mirra Ringstedt, Kristoffer Leo Ómarsson, Lilja Gísladóttir, Magnús Víðisson, Margrét Albertsdóttir, Ómar Þorri Gunnlaugsson, Róbert Ingi Tómasson,
Gunnar Ingi Pétursson, Rúnar Freyr Þórhallsson, Sigurbjörn Eyþórsson, Valdimar Gunnar Sigurðsson, Vignir Fannar Víkingsson og Þór Jensen, sem ekki er viðstaddur. Þá er lokið brautskráningur auðlindadeild og þakka ég deildarformanni fyrir aðstoðina. Þá verða brautskráði kandidatur og viðskiptadeild og mun deildarformaður afhenda þeim skírteini sín. Almar Ögmundsson, fyrirgefðu. Anna Þóra Bragadóttir, Anna María Friðriksdóttir, Anton Helgi Loftsson, Arnar Auðunsson, Arnar Elíasson, Aron Pálsson, Auður Brynja Sölvadóttir, Axel Darri Þórhallsson, Berglind Ýr Hrafnsdóttir, Daði Laxdal Gautason, Daniel Arason, Ebba Margrét Skúladóttir, Elín Sigrún Espiritu, Elín Hrund Guðnadóttir, Eva Sól Jakobsdóttir, Eydís Rós Eyglóardóttir, Eydís Rún Jónsdóttir, Eydís Ögn Uffadóttir, Freydís Heba Konráðsdóttir, Guðbjörg Eva Guðjónsdóttir, Guðmundur Bragason, Guðný Ósk Guðmundsdóttir, Guðrún Auður Böðvarsdóttir, Gunnar Björgvinsson, Hansína Guðmundsdóttir, Harpa Karen Björnsdóttir, Helena Jónsdóttir, Helga Katrín Emilsdóttir, Hinrik Freyr Hinriksson, Hólmfríður Lilja Birgisdóttir, Hólmfríður Þorvaldsdóttir, Hrafnhildur Magnadóttir, Hrannar Eysteinsson, Jóhann Magnús Elíasson, Jóhann Gunnar Kristjánsson, Jóna Björt Friðriksdóttir, Katrín Sigrún Ágústsdóttir, Ketill Sigurður Jóelsson, Kristján Helgi Stefánsson, Kristína Tuchanka, Linda Ósk Kjartansdóttir, Magnús Artúró Batista, Nína Heiðrún Óskarsdóttir,
Patrik Freyr Guðmundsson, Ragnheiður Valdimarsdóttir, Rebekka Rut Þórhallsdóttir, Regína Hansen Guðbjörnsdóttir, Ríkey Sigurbjörnsdóttir, hún ekki viðstödd en hún hlýtur viðurkenningu fyrir hæstu meðaleinkunn við viðskiptadeild. Sara Sif Árnadóttir, Signý Arnórsdóttir, Sigríður Ósk Bjarnadóttir, Sigrún María B. Guðjónsdóttir, Sigurður Helgi Ellertsson, Sigurgestur Guðlaugsson, Sigurlaug Eva Stefánsdóttir, Sindri Snær Einarsson, Sólveig Rut Sigurðardóttir, Silvía Randversdóttir, Tinna Rut Jónasdóttir, Valgeir Andri Ríkarsson, Vigdís Arna Magnúsdóttir og tveir sem ekki eru viðstaddir, Yngvi Ásgeirsson og Þorsteinn Másson. Þá lokið brautskráningu úr viðskiptadeild og þakka ég deildarformanni fyrir aðstoðina. Brautskráningu kandidata frá viðskipta- og raunvísindasviði þá lokið og ég óska kandidatum, fjölskyldum þeirra og öðrum aðstandendum innilega til hamingju með áfangann og alls velfarnaðar ókomin ár. Takk fyrir og njótið dagsins. Í fyrsta skipti brautskráir Háskólinn á Akureyri lögreglumenn með starfsréttindi. Af því tilefni flytur Sigríður Björk Guðjónsdóttir, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, heiðursávarp. Rektor, kandidatar, góði gestir. Til hamingju með daginn. Þeir eru sannlega mögnuð að hafa lokið háskólaprófi og eins og fleiri hérna inni þá hefði ég gjarnan vilja æpa júhú við ykkur öll en þar sem að ég ávist að heita virðulegu lögreglustjóri þá held ég aftur að mér enda verið að taka þetta upp líka. En mér þykir ákaflega vænt að fá að tala hér í dag og mér langar að nota þetta tækifæri og vera á persónulegum nótum, eitthvað sem ég leyfi mér afar sjaldan. Ég stóð sjálf í ykkar sporum fyrir árið 1993, fyrir aldarfjórðungi síðan, þegar ég útskrifaðist sem lögfræðingur úr Háskóla Íslands. Eftir útskriftina fluttum við, ég og hann Skúli, maðurinn minn, með litlu dóttur okkar, sem einmitt hérna í salnum, glæsilegur kandidat í viðskiptafræði. Og við fluttum sem sagt til Danmerkur. Og við Skúli vorum uppfull af draumum og okkur fannst lífið vera rétt að byrja. Við sáum fyrir okkur að þegar heim frá Danmörku væri komið, myndum við flytja í fallegt hús í Vesturbænum, með börn og buru, drekkandi latte, kvölds og morgna. Og engar misfellur eða óveðuský voru partur af þessari draumsýn. En svo gerðist lífið. Ég fekk tækifæri til að gerast skattstjóri á Vestfjörðum og það hljóma kannski meinleysislega, en það var töff. Og þá meina ég ekki í merkingunni nett eða kúl, heldur drullu erfitt. Og ég var 27 ára gömul, allt í einu búin að flytja fjölskylduna vestur á Firði, þar sem við þekktum 2 manneskjur og þá bjuggu 10.000 manns á svæðinu. Við áttum engar rætur á Vestfjörðum og vorum strax flokkuð sem sérfræðingar að sunnan og það ekki sæmdarheiti, sko. Og þetta var ekkert elsku mamma þarna fyrir vestan og skattstjórar voru almennt ekki vinsælir.
Forveri minn sem skattstjóri fékk eitt sinn snöru senda í pósti með viðfestu miða sem stóð á notist í fyrsta tækifæri. Og þið getið rétt ímynda ykkur hvernig þeim leist á mig. Lágvaxna, háværa, lögfræði ljósku. En við komum semst vestur í kjölfar snjóflóðana skelfilegu og það var mjög þungt yfir fólki eins og gefur að skilja. Og fyrsta árið var mjög erfitt en síðan var þetta betra. Lífið hélt áfram að gerast eins og gengur og margt gekk vel en það voru líka erfiðleikar eins og hjá öllum. Fósturmissir, nýtt dásemdabarn, flutninga til Svíþjóðar, meistaragráða, starf sýslumanns, starf aðstoðarríkislögreglustjóra, aftur fósturmissir, starf lögreglustjóra á Suðurnesjum, alvarlegt áfall hjá öðru barn okkar, enn og aftur fósturmissir, nýtt og fagurt kraftaverka barn, starf lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu, valdabarátta og erfið mál sem tóku á. Á þessum 25 árum sem liðu fluttu við 11 sinnum, eignuðust 2 börn og 1 barnabarn, urðum fyrir 6 erfiðum áföllum en enduðum samt einhvern veginn á fótunum, sem við vitum þó að getur breyst í einu vetfangi. Og hver svo boðskapurinn með þessari persónulegu sögu? Jú, svona einfaldlega lífið. Gott og slæmt, gleð og sorg, áföll og kraftaverk, mýkt og harka og eins og í morgun skín og skúrir. Þannig þetta líf. Og ég held að Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari, hafi hitt naglan á höfuðið þegar hann skilgreindi velgengni sem stöðugt ferðalag í rétta átt. Ekki bein leið, ekki öll skrefa áfram, bakslög og árangur á víxl, en stöðugt ferðalag í rétta átt. Og viti menn, draumurinn okkar skúla frá því fyrir 25 árum hefur ræst. Við erum orðin latti lepjandi vesturbæingar. Og við búum í draumahúsin okkar með alla fjölskylduna hjá okkur. Börnin okkar, tengdason og gullmólan okkar, dóttur okkar sem eins og hálfs árs gömul. Við njótum þess að mæta í vinnuna á hverjum degi, enda bæði í þjónustustörfum, hann sem prestur og ég í lögreglunni. Og maðurinn minn setur Facebook status allt sem gert og þetta lítur allt ægilega vel út. Og talandi útlit, ef þið sjáu þennan búning, hann enda dálítið þröngur og við skulum segja ef ég mætti ráða væri hann talsvert þægilegri og svona 10 sinnum klæðilegri fyrir konur, en ég fæ ekki að ráða, svo það bara þannig. En einkennisbúningurinn mikilvægt tákn og ég þakklátt og stolt fyrir að fá að klæðast honum. Búningurinn tákn lögreglu þjónsins, þjóns samfélagsins sem gætir öryggis okkar. Dag og nótt, allan ársins hring. Þetta erfitt starf sem reynir á og við þurfum gott fólk til að sinna því. Þess vegna gleði efni að lögreglunemar skuli vera að útskrifast í dag frá þessum flotta háskóla og lögreglan skuli nú vera komin í hóp háskólaborgara. Og það afskaplega mikilvægt og mun gera lögreglunni kleift að þróast hraðar, gera betur, vinna saman, þvert á kerfi og bæta samfélagið. Og Háskólinn á Akureyri tók að sér lögreglunámið með engum fyrirvara fyrir 2 árum og skólinn mjög vaxandi og fjarnámið hér, það fjölmennasta í landinu. Og með fjarnáminu gefst nemendum tækifæri til að mennta sig án tillits til búsetu eða aðstæðna og það hentar lögreglunni vel því að öryggi allra landsmanna okkar viðfangsefni. Og ógnirnar víða, hvort sem þeir af völdum náttúru eða mannavöldum. Og mikla breytingar eiga sér stað núna í lögreglunni. Við erum að breytast úr gamaldags valdastofnun, þar sem að kúnninn okkar var glæpamaðurinn sem vildi alls ekki halda viðskiptunum áfram. Og ég breytast í það að vera nútímaleg þjónustustofnun sem þjónar almenningi á fleiri vegu heldur en með því að kljást við brotamenn. Við þjónum einfaldlega öllum. Við hittum fólk á verstu stundum þess. Við rannsökum hræðileg brot. Við leitum sannleikans og með því tryggjum við að samfélagi virki. Og við þyrftum ekkert að breytast nema af þeirri einföldu ástæðu að samfélagi sem við erum að þjóna, það að breytast á örhraða.
Og ef við breytumst ekki jafnhratt, þá þetta eins og að standa á hlaupabretti á fullum hraða og reyna að standa þar kyrr. Þá þeytumst við af og verðum úr leik. Þannig að fyrstu lögreglumennirnir sem útskrifast úr lögreglufræði úr Háskólanum í Reykjavík, Háskólanum á Akureyri, fyrirgefið þið, og þetta er tekið upp, verða útskrifaðir í dag. Og það er alltaf erfitt að vera í fyrsta árgangi í nýju námi, en allir hafa lagt hönd á plóg við að ýta þessu vör og staði sem er miklum sóma. Og loksins eftir áralangan skort á lögreglumennum sjáum við fram á betri tíð. Eins og félagi minn Grímur Grímsson sagði eitt sinn, öll verk lögreglunar þurfa sífellt að vera til skoðunar og spurt hvort að rétt sé að verki staðið. Með lögreglunemunum sem koma til starfa eftir útskrift úr Háskólanum á Akureyri fáum við vonandi nýja ferska hópa með nútímalegar hugmyndir og akademíska nálgun sem blandast við reynslu mikinn og sterkan hóp lögreglumanna sem fyrir eru í starfi. Og ég vona að þessir nýútskrifuðu lögreglumenn hafi hugrekki, verði stoltir af menntun sinni og láti ekki afskóla sig til þess að falla inn í hópinn. Þeir eru brautryðjendur sem við væntum mikils af og það sama má segja ykkur öll hér. Ykkar tími er nefnilega núna. Það komu aðrir á undan og það munu aðrir koma á eftir. En ykkar tími til að láta til ykkur taka í samfélaginu, breyta því sem þarf að breyta og láta gott af ykkur leiða, hann er núna. Og þá að heilræðunum. Heilræði er nefnilega órjúvanlegur þáttur í svona útskriftarhátíð og þetta er okkar leið sem höfum gengið á undan ykkur til að fá smá hlut í framtíðinni sem þið eruð að móta. Veri hugrökk og veri góð. Ekkert annað skiptir máli þegar uppi staðið. Erfiðleikar og hindranir eru hlut af lífinu. Reikni með þeim og takist á við þá með hugrekki og gæsku. Handboltaþjálfarinn okkar, Dagur Sigurðsson, sem stýrði meðal annars þýska landsliðinu á vinningspall á Ólympíuleikunum, hann velur menn í lið sitt eftir 3 þáttum. Hæfileikum, ástundun og viðhorfi. Hann leggur saman hæfileikana og ástundun, en hann margfaldar með viðhorfinu. Svo miklu máli skiptir það. Viðhorfi skiptir nefnilega öllu máli. Þegar þið komið út á vinnumarkaðinn, munið þá að viðhorf ykkar mun ráða til jafns við annað, geti ykkar til að stýra fólki, vinna í teymum, láta að ykkur kveða með hvaða hætti sem ykkur hugnast best. Það er engin eyland og við þurfum að virða framlag hvers annars. Byggjum upp frekar en að gagnrýna. Leitum að lausnum en ekki vandamálum. Með rétta viðhorfið í farteskinu, ykkar góðu menntun, ástundun og hæfileika, þá er ykkur allir vegir færir. Og eitt heilræði stendur mér sérlega nærri eftir þau verkefni sem lífið hefur fært mér. Það er á latínu og það er svo hljóðandi. Vincit qui patitur. Á íslensku gæti þetta útlagst sem sá sigrar sem hefur úthald. Við vitum það öll en við gleymum því oft að það eru allir að stríða við sitt. Úthaldið skiptir miklu máli. Og þegar mest gekk á í mínu lífi og álagið var sem mest og mótlæti í mínu starfi, þá lét ég húðflúra þessi orð á bakið á mér og það er dagsatt. Dóttir mín sem er hér í dag hafði gert þetta sama þegar hún gekk í gegnum erfiðleika tímabil. Við erum með sama húðflúrið, sá sigrar sem hefur úthald. Kínverskur heimspekingur orðaði þetta svona: ef þú stendur nógu lengi við árbakkann, þá sérðu lík óvinaðinn að fljóta hjá. Aðeins önnur framsetning, en sama merking. Ekki láta úrtöluraddir stjórna ykkur. Ekki láta aðra segja ykkur hvernig þið eigi að vera eða ekki vera. Hlustið á ykkar innri rödd. Hún er best. Og lífið er svo dýrmætt og fallegt og í guðanabænum gefið ykkur tíma til að njóta þess. Það að þið skuli vera hérna í dag, að útskrifast eftir langt og strangt háskólanám, sýnir að þið getið það sem þið ætlið ykkur. Það sýnir þið hafið úthald.
Það sýnir þið hafið styrk. Og ég veit að þið munið hvert og eitt ykkar nota þann styrk til góðs. Ég vil að lokum þakka rektor, kennurum og öðru starfsfólki Háskólans á Akureyri fyrir þeirra mikilvæg og góði störf. Við ykkur öll segi ég vinkit qui patitur. Og enn og aftur segi ég við ykkur kæru kandidatar til hamingju og skýtt með virðuleikann. Júhú! Magni Ásgeirsson mun nú stiga aftur á svið og flytja lagið Sumarkveðja, ljóð Páls Ólafssonar við lag Inga T. Lárussonar og lagið Heim, en lag og texti er eftir Magna sjálfan. Já, þakka ykkur fyrir. Nei, já, ég nokkuð að vera að spila það lag. Í gær þá fór ég út fyrir áðurauglýsta dagskrá. Rektor samþykkti það. Mér fannst það allt í lagi. Ég er ennþá að komast yfir hérna lögreglustjórinn að tala fljótandi lík framhjá. Ég stoppaði þar. Eins og áður sagði þá er ég gríðarlega stressaður fyrir að spila fyrir ykkur vegna þess að þið eruð til að byrja með öll edrú. Og hérna lítið mun betur út en fólki sem ég spila vanalega fyrir. Ég sé ykkur sem er líka ákveðið kostur. En mér langar að spila annað lag sem að Ingi T. árenda líka textan við, sem að heitir Nú kemur vorið, sem er svona þjóðsöngur minnar ættar og fjarðar. Ástæðan er að amma mín hefði verið nýrað núna þetta leyti og hún sá mig aldrei útskrifast úr háskóla. Hún dó fyrir 3 vikur síðan reyndar. Þannig að meira bara svona ég sem klúraði því. En vonandi ger ég það einhvern tíðan. Þá fæ ég að koma á svona athöfn. Yay! Nú kemur vorið sunnan að og sólin bræðir ís. Við senna strönd í fjarðarbotni, lítil aldarís og hvíslar. Það er langt síðan ég lagði af stað til þín. Nú loks ég finna komin er ég, komin heim til mín. Úr draumi frá í vetur en ég þekki þessa strönd. Nei, þannig fengi heilla suræn ævintýra lönd og strönd míns lands mig dreymdi að ég deyja ætti hér. Minn draumur rættist því nú ég ein að brjósti þér. Þess að hérna strákarnir af myndavélunum í Guðana varum hættið að taka svona nærmyndir andlitir á mér. Þetta lítur alls ekkert vel út. Má ég sjá þetta aftur? Þetta er alveg hræðilegt. Ekki gera þetta aftur. Ég er með athyglisbrest, veistu hvað þetta truflar mig? Nú kemur vorið sunnan að og sólin bræðir ís. Við senna strönd í fjarðarbotni, lítil aldarís og hvíslar. Það er langt síðan ég lagði af stað til þín. Nú loks ég finna komin er ég, komin heim til mín. Úr draumi frá í vetur en ég þekki þessa strönd. Nei, þannig fengi heilla suræn
æventýralönd og strönd míns lands mig dreymdi að ég deyja ætti hér. Minn draumur rætist því nú ég eina brjósti þér. Minn draumur rætist því nú ég eina brjósti þér. Takk. Seinasta lagi sem ég ætla að flytja fyrir ykkur heitir Heim. Það eftir mig og textin eftir mig og Ásgrím Inga. Svo höldum okkur Inga. Þetta svona ættjarða söngur. Þetta getur fjallað ykkar fjörð, minn fjörð, þennan fjörð. Eða bara ykkar eða eitthvað. Eða háskólan. Þessi fjörður hann fóstraði mig og fékk mér kennt að meta sig. Heiðursvörðin fjöll hann stand og tröll. Ég kominn heim. Margra ættliða ævispor hann liggja og vitna þor. Forfeðranna slóð, fetum saman ljóð. Ég kominn heim. Lof aldrei að gleyma öllu því sem að þú kenndir mér. Oft hugurinn heima og hjartað slær með þér. Í æsku minnar minningabók, myndirnar nær allar hér tók. Að gefa innri frið og geta lifnað við. Ég kominn heim. Lof aldrei að gleyma öllu því sem að þú kenndir mér. Oft hugurinn heima og hjartað slær. Lof aldrei að gleyma öllu því sem að þú kenndir mér. Oft hugurinn heima og hjartað slær með þér. Takk fyrir mig og innilega til hamingju með daginn. Ketill Sigurður Jóelsson, kandídat í viðskiptafræði og fyrrverandi formaður Stúdentafélags Háskólans á Akureyri, flytur nú ávarp kandídata. Gjörðu svo vel, Ketill. Góðan dag, kæru kandídatar, starfsfólk og gestir, eða gæti allt eins sagt, góðan dag, kæru vinir og gestir. Ég heiti Ketill Sigurður Jóelsson. Á tíma mínum hérna við skólan hef ég tekið þátt í hagsmunagæslu og félagslífi frá degi 1. Núna síðast sem formaður Stúdentafélags Háskólans á Akureyri. Ég hefði ekki tekið það fram, hefði ég vitað að hann kynnti mig þannig. En, síðastliðin ár hef ég stundað það bil 66% nám, 100% vinnu, 80% félagslíf og þar að auki á ég 4 börn á aldrinum 5 til 15 ára. Mér langar að segja ykkur aðeins frá því hvernig tímanir hafa breyst og hvernig þetta mögulegt. Skipulag auðvitað aðalatriðið, en án þessara miklu framfara sem Háskólinn á Akureyri hefur náð í sveigjanlegu námi, gæti ég þetta aldrei. Stundum henta mér að mæta í tíma, stundum henta mér að horfa á tíman heima í stofu, hlusta á hann meðan ég geri heimilistörf eða einfaldlega lesa efnið sjálfur. Svo líka svo gott að eiga góða vini með réttu glósunar. Þið viti hver eru.
Uppsetning námsins gerir mér kleift að stunda nám. Án þess væri ég ekki að klára BS-gráðu í viðskiptafræði í dag. Námið kennir manni margt, en það samt innramað með markmiðum, fyrirmælum og öðrum leikreglum. Upp að vissu marki velur þú þér verkefnisfélaga og vini innan skólans. En þegar komið út í lífið fækkar leiðbeiningunum mikið og maður verður að læra að takast á við það sem lífið kastar að manni. Það mikið forskot að hafa fengið að taka þátt í stjórnum, nefndum og ráðum innan skólans. Þar hittir þú alls konar einstaklinga sem þú verður að takast á við. Það ekkert hægt að skipta bara hóp. Samstarfið reynir stundum á þolinmæðina, samskiptatæknina, en með smá útsjónarsemi yfirleitt hægt að lenda málum mjög vel. Þetta sjaldan nefnt í tengslum við félagslíf og hagsmunabaráttu. En samt þetta líklega það mikilvægasta sem þú lærir á meðan þú tekur virkan þátt í nefndum, stjórnum og félögum innan skólans. Ég ævinlega þakkláttur fyrir tækifærin sem mér voru gefin hér innan skólans. Ég fengi að flytja ræður og erindi fyrir stóra sem og litla hópa og þakkláttur fyrir að vera hluti af viðburðum sem skipta skólan verulegu máli. Það hefur verið dýrmæt reynsla og aukið sjálfstraust. Takk Akureyri fyrir að vera hentugt fyrir fjölskyldunum mína. Takk Háa fyrir að vera sveigjanlegur með námið og takk þið öll fyrir að mæta hingað og fagna brautskráningu okkar. Takk kærlega fyrir mig og eigið frábæran dag. Góðvinir Háskólans á Akureyri munu nú veita viðurkenningar og það Berglind Ósk Guðmundsdóttir fyrir hönd góðvina sem veitir viðurkenningarnar. Góði gestir, nær og fjær. Ásaki, ég kláraði greinilega ræðin í gær. Góðvinir eru samtök nemenda sem brauðskrárar eru frá Háskólanum á Akureyri og annarra sem bera hag háskólans fyrir brjósti. Síðasta haust var stofnuð sérstök deild innan góðvina sem hýsir fyrrverandi nemendur, svokölluð alumni-deild fyrir þá sem kannast við í erlendum háskólum. Deildin mun skipuleggja endurfundi eins og þá sem við efnum til hér og eftir. Þá koma saman afmælisárgangar þeir sem brauðskráðast fyrir 5, 10, 15, 20 og 25 árum og rifja upp góða tíma við HA. Markmið góðvina fyrst og fremst að auka tengsl háskólans við fyrrum nemendur og styðja við uppbyggingu skólans með ýmsum hætti. Við í góðvinum viljum gjarnan sjá ykkur flest í félaginu og halda góðum tengslum eftir námið því eftir námið eru góði kollegar dýrmætt bakland. Leið og ég óska kandídatum til hamingju með daginn. Þá hvet ég ykkur til að skrá ykkur í félagi strax í dag. Það einfalt á vefsíðunni góðvinir.is. Þetta nú í 14. skipti sem góðvinir heiðra kandídata sem hafa unnið óeigingjarnt starf í þágu háskólans, til dæmis með því að kynna háskólann, efla félagslíf og eða sitja í hagsmunanefndum fyrir hönd nemenda. Heiðursverðlaunin eru nælur sem gullsmiðurinn Kristín Petra Guðmundsdóttir smíðar og það von okkar að handhafar viðurkenningarinnar beri næluna með stolti. Til að mynda á endurfundum en einnig við önnur hátíðleg tækifæri. Nælan eftirlíking listaverksins Íslandsklukkan eftir Kristinn Hrafnsson sem stendur á háskólasvæðinu og vísandi þeirra árvekni sem einkennir gott háskólafólk. Í ár þá var valið alveg einstaklega erfitt og það voru mjög margir efnilegir kandidatar sem hafa unnið mjög gott starf í þágu skólans. Þetta var sérstaklega við nemendur á viðskipta og raunvísindasviði. Ég ætla nú að kalla upp heiðursverðlaunahafana 3 og biðja þá að koma hér upp á svið til okkar. Af viðskipta og raunvísindasviði Almar Ögmundsson, kandidat í viðskiptafræði. Af heilbrigðisvísindasviði Anna Karen Birgisdóttir, kandidat í iðjuþjálfun og af hug- og félagsvísindasviði Sólveig María Árnadóttir, kandidat í kennarafræði og formaður SHA.
Ég ætla að fara núna yfir umsagnir allra verðlaunahafa, rektor afhendi verðlaun og svo klöppum fyrir þeim öllum í lokin. Almar Ögmundsson, kandídat í viðskiptafræði, hefur ávallt verið tiltækur til að kynna HA hvort heldur á hefðbundum kynningum eða með því að ljá andlit sitt í kynningarefni fyrir skólan. Hann hefur minnstakosti tvisvar farið hringferðina landið í kynningaherferðum og staðið vaktina á háskóladeginum mörg ár í röð. Honum tókst þó aldrei að koma sér í formlegt embætti en hefur verið lykilmaður bak við tjöldin. Almar hefur þá líka staðið sem er prýði í náminu. Anna Kari Birgisdóttir, kandídat í iðjuþjálfun, hefur verið ötull talsmaður Háskólans á Akureyri, sér í lagi iðjuþjálfunarfræðinnar. Anna er jákvæð, metnaðarfull og dugleg og það er afskaplega gaman að vinna með henni. Hún sat í stjórn Eyrar, félagi heilbrigðisvísindanema, starfsárið 2015-2016 og var einnig í alþjóðanefnd. Anna Karin var virk í félagslífinu og sinnti störfum á háskóladeginum síðustu 3 ár. Sólveig María Árnadóttir, kandídat í kennarafræði, er starfandi formaður SHA, fulltrúi stúdenta-HA í háskólaráði og fulltrúi stúdenta-HA í fulltrúaráði Landssamtaka íslenskra stúdenta. Sólveig er ötull talsmaður kennaranema og hefur á síðustu misserum látið í sér heyra þegar verið er að atast út í kennarastarfi. Hún er metnaðarfull, réttsýn og iðin og það er gefandi og gott að starfa með henni. Nemendur bera henni einnig vel söguna, enda berst hún fyrir hagsmuni stúdenta á hverjum degi. Hugsar hagsmuni heildarinnar og vekur athygli á Háskólanum á Akureyri hvarvetna. Sólveig María er og verður áfram Háskólanum á Akureyri til mikils sóma. Kæru gestir, tæknilegir örðuleikar urðu í upphafi beinnar útsendingar á N4 og við biðjumst velvirðingar á því. En þess vegna verður athöfnin sýnd í heild sinni klukkan 17 í dag á N4 en verður einnig aðgengileg á vef Háskólans. En nú er brautskráningu að ljúka og mun hvert fræðasvið taka á móti kandídötum og gestum með léttum veitingum í boði góðvina og Háskólans. Móttaka viðskipta- og raunvísindasviðis verður á Borgum. Heilbrigðisvísindasviði verður í verklegu stofunum upp í Jóðhúsi og hug- og félagsvísindasviði verður hér í miðborg. Nú göngum við úr salnum. Fyrst fer Sigríður Björk Guðjónsdóttir, rektor, sviðsforsetar og kandídatar. Við biðjum ykkur vinsamlegast að stoppa ekki fram á við salinn, heldur halda beint til ykkar fræðasviða. Starfsfólki hér frammi mun svo vísa ykkur á rétta staði. Við hvetjum kandídata til að halda góðum tengslum við HA í gegnum góðvinni og fyrir hönd Háskólans á Akureyri óskum við ykkur innilega til hamingju með daginn. Verið þið sæl.